snerta takkana, ekki skiptum stöð, ekki slökkva á sjónvarpinu, því að núna byrjar. Ok, ég bara kveikja á þessu. Jú. Komið til heil og sæl og verið velkomin í Bíóbílinn. Það Arnór, Heimir og Knútur sem að mæta ykkur hér. Ég ætla að byrja því að minnast á Nörd Norðursins. Þið getið kíkt þar og kosið ykkar uppáhalds af Marvel-mynd sem hefur verið gefin út af Marvel Studios. Og í þessum Bíóbíl ætlum við að fjalla Marvel Infinity War sem kemur út árið 2018. Svo, hvað fannst ykkur? Oh my god, man, það mjög, Sko, við erum í smávegis vandræðum út af því að það gerist rosalega mikið í þessari mynd og við vitum það að fólk vill ekki hlusta á spilliefni og við ætlum ekki að gefa ykkur spilliefni, þið þurfa að sækja það sjálf annar staðar. Fólk vil líka ekki hlusta mjög svona veik gagnrýni, svo við erum dálítið í smá svona sögukúrkur núna. En málið að ég get allavega sagt það að þetta er góð mynd, en þú þarft að vera búin að sjá svolítið mikið af öðrum myndum til þess að skilja hvað er að gera í þessari mynd. Ef þú ert ekki að fylgjast með Marvel heiminum og þá þér örugglega alveg saman með þessa mynd, en ef þú ert djúpur aðdáandi þá muntu fá ákveðna fullnægingu við að horfa á þessa mynd. Þannig að en þetta er samt ekki endilega á topp 5 lista yfir alla þær Marvel myndir sem hafa verið gerðar upp á þessu augnabliki, en þetta er engu að síður mjög góð mynd. Já, þetta er nauðsynleg mynd. Já. A necessary evil. En já. Þetta er mjög stór mynd, við getum sagt það, þetta er mjög stór mynd, þú er mjög vel gerð tæknilega séð, svakalar tæknibrellur og mikið að hasar. Já, hún eiginlega byrjar bara í hasar og já, þetta er bara, hún er bara eiginlega spennandi að hasar út af það myndi. Stanslaust stríð eins og subtitlinn gefur til kynna. Já. Heimir, hvað segir þú? Ég veit ekki lengur, Þetta var umvelta líf mitt á góðan hátt. En málið er að í þessari mynd og það er búið að vera að kýtla núna í ákveðið langan tíma að við fáum að kynnast ákveðnum persónum sem að ber nafnið Thanos, stafað með þ á íslensku. Já. Og við fáum loksins að sjá hversu megnugur hann er. Já. Hann er Títan, kemur frá plánetinu Títan, er í rauninni þá Titani. Titanic? Já. Sekkur samt ekki. Titaniskur. Hann er svona, á fleka út í alheimi. Já. Lítur út eins og rúsína. Já. Mjög svona byggluð rúsína. Og já, markmið hans er að eyða helmingnum af íbúum á plánetum til að svona viðhalda jafnvægi. Já, það farið út í ákveðna svona félagsfræðilega speki það að fólkið mun á endanum ganga á allar náttúruauðlindir og það arleðandi drepa sjálf sig eða þarf að segja afkomendur sína. Og fjölgun, Já. Þannig að það er svolítið verið að benda á það að þú veist, við ættum kannski ekki að vera eignast svona mörg börn. Já, basically. Þetta er Avengers Infinity War, gjörðu það. Já, ég myndi kannski, við getum sagt, leikstjórarnir eru Russo-bræður. Þeir leikstýrðu Captain America The Winter Soldier og Captain America Civil War. Þannig að þeir standa sig bara jafnvel
ef ekki betur en með hina myndar. Þeir eru bara mjög góðir svona í að leikstýra mikið af persónum og ég veit ekki hvernig þeir fara að því, en þú veist mikið af samingir, bara continuity þetta er algjör mikil svona pressa og ábyrgð á herðum þeirra og þeir standa sem mjög vel. Við nennum ekki að nefna alltaf leikarana, þeir vitið öll hvaða leikarar þetta eru, hvaða persónur þetta eru, ef þeir eru búin að fylgjast með Marvel-myndunum. Það er bara allt og mikið af þeim, við nennum ekki að fara að þylja alla þessa leikaru. Þeir eru bara að gera okkar vinnu, bara takk fyrir að taka vinnuna af okkur. Já. Ekki það að fá borga fyrir að gera þessu myndband. Nei. En það er gríðarlega svona mikið erfiði sem stendur fyrir framan Russo-bræðurum er að sameina svona mismunandi element og mismunandi heima sem er búið að gefa til kynna í mismunandi kvikmyndum. Já. Þannig að í rauninni að fá ákveðin element frá Star-Lord og fá ákveðin element frá Tony Stark og svo Doctor Strange. Rauninni að sameina svona þessa ego-brjálæðinga. Þeim tekst að gera það alveg frekar vel. Og Black Panther og Wakanda dæmið og allt þetta, þú veist, Bruce Banner og Thor og sem að blandast saman við Guardians of the Galaxy og þetta er bara svona og það er einmitt mjög áhugaverð átök á milli Bruce Banner og Hulk í þessari mynd svona, svona innri átök með þeim og svo er ástarsamband Scarlet Witch og Vision, það er aðeins farið meir í það og svona og meiri sé aðeins í að svona Tony Stark og Pepper Potts þau eru að ræða barn og svona þannig að það er alveg smá þróun líka á karakterum en já, maður passa að segja bara ekki á mikið að það er svo auðvelt að spilla Við séum að segja alltaf mikið Já, ok, bara stopp mér að segja ekki neitt Þetta er stór ofurhittu sprengja En það er einmitt máli sko, það er svo mikið annað sem gerist í þessari mynd sem að við viljum ekki tala um og við viljum að þið upplifið í bíóhúsinu líkt og við gerðum Já. Svo ef þú hóða Marvel myndir það eðast þessar mynd það er ekki það er alveg á tæjustu bara að þið séu að fara að sjá þessar mynd ef ekki þið þurfa eiginlega komast í gennum alveg margar mynd að fatta hana en ég meina það er samt þú veist góð skemmtun segjum sér svo að þið hafið næstu helgi fría þá getið þið hort á kannski svona 5-6 kvikmyndir heima hjá okkur og farið svo í bíó kvöldið eða daginn eftir og þú veist, þá fáið ákveðið samhengi. Það fer ekkert endilega að horfa allar myndinar, en það hjálpar. Við gerðum svona top 5 lista, það getið kíkt á það. Ég kíkt á það, hei, það sem er vefsíð. Þú veist, ef það var vefsíð, alveg í kring. En ef við ætlum að, þú veist, dæma þessa mynd, það er pínu erfitt en þess að allan að mínum mati, ég myndi gefa henni, þú veist, fyrir Marvel aðdáendur, fyrir ofurhetju mynda aðdáendur og sérstaklega Marvel ofurhetju mynda aðdáendur, þá myndi ég gefa henni 5 stjörnur, en ef maður er að tala um mynd bara svona yfir höfuð kvikmyndir þá er það aðeins minna svo það er eitthvað annað á milli sko fyrir mig allan hún er mjög svona samhengislaus og ef maður þekkir ekki persónunar af því að það er ekki verið að kynna endilega persónunar upp á nýtt eins og er stundum gert í öðrum myndum þegar það eru lítt þekktar persónunar þá er svona aðeins verið sagt já þú varst þarna því að þetta gerist og eitthvað svona en það er í rauninni ekkert verið að gera það hér það er eiginlega ekki tími til að gera það bara... þessi mynd er 2,5 tími nú þegar svo... stríð og eftir stríð sko. Svo... ok, ég ætla bara að dempa mér í einhvern þú veist, ef ég sagði 5 stjörnur fyrir Marvel ofurhetju mynd aðdáendur þú veist, venjuleg mynd kannski ég ætla samt að gefa henni 4 stjörnur og því ég veit að mikið en ég ætla samt að gefa henni 4 stjörnur þannig að ég ætla að vera á milli 4,5 stjarna frá mér 4,5 læta standa, búið Heimir 4, myndi ég segja solid 8 já 9 að þú veist 8 og 9 að þú veist það var 4,5 sama knútur bara þú veist allt þessu mynd bara tæknibæklar og hljóðvinnsla og klippingin var dálítið ég ætla ekki að dæma klippingu á Avengers Infinity ég ætla ekki að gera það en þetta er bara mikið svona augnarkonfekt líka eins og flesta aðrar Marvel myndir svo ég gef henni 4,5 líka svona samanborið við þær kvikmyndir sem eru núna í sýningu þá held ég að þessi standur svolítið mikið upp úr það er búið að vera að bíða eftir þessari kvikmyndi í dálítinn tíma allavega svona 2-3 ár sem eru búin að bíða í 5 ár og jafnvel 7 ár eða eitthvað svoleiðis ég myndi samt sem aður ekki gefa þessari mynd allt of háa einhver ég myndi ekki fara upp í 5 ég myndi í mestarlagi fara upp í 4 og ég er að hugsa að gefa myndinni sko hún
mín vegna ætti hún að vera svona milli 3,5 til 4 stjarna. Sko myndin góð, en hún svona, kannski virkar ekki vel fyrir hinn almenn áhorfanda. En það sem hún að gera, það hún að gera mjög vel. Og þetta náttúrulega mjög erfitt verkefni að búa til kvikmynd sem búin að vera í svona mikilli uppbyggingu. Þetta náttúrulega bara einn þáttur í viðbót af þessari Marvel sjónvarpsþáttaseríu sem sýnd í bíóhúsum. Þetta ándjóks ein hæpasta mynd í kvikmyndasögunni. Og það eiginlega engin séns að hún standi undir þessu hæpi. Og það mjög erfitt að horfa, sko, núna maður nýbúinn að horfa á kvikmyndina og þá hefur maður ákveðið í huga, þú veist, hún geðveik, wow, veldig flott og svo þegar maður kannski fer heima eftir og svona, já, ok, þú veist, það eru ákveðinir kvillar sem maður tekur ekki eftir í fyrstu. Þannig að ég ætla að byrja því að gefa þessari mynd svona, ég ætla að byrja því að gefa myndinni 4 stjörnur og svo kannski breytist álitið í framtíðinni. Já, þegar annað kemur í ljós. Já. En á þessari stundu var hún geðveik! Já, og við ætlum að gera annað myndband sem tengist þessari mynd, það spoilersvæði dauðans, þannig að við verðum að gera það ekki hægt að tala um það. Þannig að ef þið eru búin að horfa á myndina og viljið fylgjast með okkar umræðu þessa kvikmynd, þar sem að það fullt af spillefni, þá endilega kíkja á það. Og það ætti að vera einhvers staðar í internetskosmosinum einhvers staðar. Já, kannski mögulega fyrir neðan okkar, þetta er kannski í sömu grein. Já, við horfum niður á það bara. Já. En allavega, ég hef ekki meira að segja. Það eitthvað? Lokaorðið? Sjáumst þar. Já, verið sæl.